Heyrðu, kíkjum nú á hérna 4x3, örstuð. Sem sagt, hérna erum við réttirning, þar sem breiddin er tvöföld hæðin. Þannig að við erum með hérna, þetta er x, og þá er þetta 2x. Breiddin er alltaf tvöföld hæðin, ok? Nú, byrjum bara aðeins á því að ræða því hvernig finnum maður flatarmál á svona kassa. Ef þetta er 5, þetta er 7, þá er þetta flatarmál sama sem 5 sem 7, sama sem 35. Ok, þetta vitum við örugglega, bara flatarmál kassa, hæð sinnum breidd. Ok, hérna í A-lið er spurt þetta f af 2. Þetta þýðir á mannamáli bara hvert er flatarmálið ef x er sama sem 2. Ok, þetta stóra f, það er flatarmál rétthyrningsins. Flatarmál á þessum kassa. Þannig að f af 2, það þýðir bara hvað er flatarmál ef x er sama sem 2. Og þá skiljið þið B, C, D, E og F-lið. Síðan eigið að finna forskrift falsins fyrir f af x. Þá ættu að vera búin að sjá ákveðið munstur í því hvernig maður reiknar út þetta flatarmál. Það er bara hæð sinnum breidd. Og síðan þú teiknar fyrir falsins, þá ertu náttúrulega með fullt af punktum. Þú ert með búin að safna þér saman alveg fullt af punktum. Þú veist að þegar x er 2 þá fórstu með eitthvað svar. Þú ert með x3. Hvað er spurt um? Það er spurt um f4, f5. Það er spurt um 0,5 sem við tróðum inn efst uppi. Og það er spurt um 2,7. Ég er bara að horfa á þessi hérna dæmi hér. Þannig að vera að spyrja um hvað er flatarmálið stóra f ef x er allar þessar tölur. Þannig að þeir eru með hérna gildi fyrir þetta allt saman. Og þá getið þið sett upp línuritt. Þar sem þetta er x, þetta er stóra fx. Og það sem þið munið fá út er ekki bein lína. Þið fáið ekki bein línu, þetta er ólínulegt fall. Ok, bara svo þessu alveg hreinu. Þannig að þetta er línulegt fall. Og þetta er ólínulegt fall. Þetta er mjög einfalt konsept. Bara er þetta bein lína eða ekki. That's it.